Björn Snæbjörnsson, formaður einingar Iðju, segir allt of algengt að vinnuveitendur brjóti gegn ungu fólki og Björn tilgreinir sérstaklega ferðaþjónustufyrirtæki. Það bara því miður mjög algengt og til dæmis í sumar erum við búin að fá tugi mála inn til okkar fyrir utan náttúrulega allar þær hringingar og það sem fólk hefur verið að leita sér upplýsinga og hefur svo í kjölfarið sjálft leita réttar síns hjá viðkomandi aðila. Þannig að þetta mjög mikið og það má segja að 95% af þeim málum sem hafa komið inn til okkar í sumar eru tengjast ferðaþjónustu. Einhver skýring á því hvers vegna þetta tengist svona einni grein? Það náttúrulega mikill uppgangur í þessari grein og það er mjög margir sem þurfa að vinna í þessari grein og það bara þannig að menn gefa sér ekki nógu tíma til þess að undirbúa sig. Það svona verið að flýta sér að koma öllu í framkvæmd en ég held að það að þurfa að fara að hugsa launamál og réttindamál fólks, það sittir svolítið á hakanum. Þannig að hraðinn á þarna einhverja sök? Já, og oftast sem betur fer þetta vegna þess að fólk hefur ekki skoðað hluti nógu vel og bara mistök. En svo eru innan aðilar sem að við talum hvað þeir eru að gera. Hvers konar brot eru þetta? Já, það er mjög algengt að menn sé að vinna dagvinnu langt umfram það sem er. Við höfum séð mest 241 tíma í dagvinnu, þar sem að hámarkið er 173,33. Þannig að það sem 70 tíma sem fólk átt að fá í yfirvinnu sem var að fá fyrir dagvinnu. Það er jafnaðarkaup. Það er ekki rétt hvenær vaktir eiga enda og svo fleira og fleira sem hefur komið nokkuð á borð. Jafnaðarkaup ekki til í kjarasamningum ef ég veit rétt. Það alveg rétt, það ekki til í kjarasamningum og menn að búa til einhverjar tölur sem oft á tíðum og því miður allt of algengt að ná ekki einu sinni þeim lágmarkslaunum sem samið um. Hvernig upplýsið þið ykkar fólk? Við höfum gert alltaf mikið af því að auglýsa í staðarfjölmiðlum eins og Dagskráni og öðrum blöðum hér. Við höfum líka gefið út sérstakan bækling sem að hefur verið dreift inn á veitingastaði og ferðaþjónustustaði þar sem við erum svona að taka á helstu atriðum sem svona varast. Það líka talað stundum að unga fólkið eða bara fólk kunni ekki almennilega að lesa út úr launaseðlum. Já, þeir sem að lesa launaseðlana sína, það alltaf algengt að fólk skoðar ekkert launaseðlana og veit ekkert hvað að fá borgað. En það hefur lagast. Við höfum undanfarin dálítið mörg ár farið í 10. bekking á Eyjafjarðarsvæðinu og verið svona með smá fræðslu og líka inn í framhaldsskólana. Og þetta að skila sér, finnst mér að fólk hugsar meira réttinn sinn og við erum kannski að fá fleiri mál vegna þess að við höfum verið að byggja grunninn í þessum skólum. En hvernig finnst þér fólk vera upplýst almennt sín réttindi og skyldur? Það vantar mikið upp á að fólk sé að pæla í þessum hlutum. Það svo ofta að það einhverju aðrir sem eiga að sjá þessa hluti og það tekur bara við því sem það og ekkert að pæla hvert þetta sé rétt. Og það sem kannski grátlegast við þetta að fólk áttar sig ekki á því að launaseðillinn líka það sem menn fá og það líka sem dregið að þeim, þannig að það kvittunir fyrir því hvað verið að draga að þeim og hvert það borgað þá eins og lífeyrissjóður, félagsgjald, skattar og fleira. Þannig að launaseðillinn mjög dýrmætur og menn eiga að skoða hann og menn eiga heldur ekki að henda honum eins og sumir gera strax. Þetta getur ég dregið dilka og eftir sér varðandi ýmis réttindi hjá fólks ef það veikist og svo framvegis. Það auðvitað mjög margt sem að fólk vinnur sér inn og eins og veikindaréttur, orlofsréttur bara til þess að menn sumir hafa sleppt í að borga félagsgjöld og það ýmis réttur bæði gagnvart námsstyrkjum úr sjúkrasjóði, úr orlofssjóði og fleira sem að fólk að missa og skilur svo ekkert í því þegar það kemur á skrifstofuna okkar og þá á það engan rétt. Þannig að menn fara að skoða þessa hluti og svo skilja menn ekkert í því af hverju þeir eigi ekki réttinn en það kannski hefur verið ágætt að vera búin að kanna sín mál kannski aðeins fyrr. Farið þið og talið við fyrirtækin? Við gerum það og það sem ég finn líka núna mjög greinilega að það fyrirtækin sem með allt í lagi
ferðaþjónustufyrirtækin sérstaklega sem eru með allt í lagi og það má alveg koma fram að það eru mjög mörg og flest fyrirtækin eru með hlutin í lagi, að þeim finnst voðalega erfitt að hugsa til þess að þeir séu dregnir inn í þessa umræðu sem að þeim sem er ekki að gera hlutin rétt. En ferðaþjónustan, hún vex gríðarlega og gerir það sjálfsagt áfram næstu árin. Sérðu þá fyrir þér að brotum jafnvel fjölgi bara ár frá ári? Já, sko, miðað við hvernig bara frá því í fyrra og þangað til núna, að það hefur orðið mikil fjölgun á þeim málum sem inn til okkar hafa komið. Þannig ég óttast að þetta haldi áfram nema að menn taki sér bara á og reyni að hafa þetta í lagi. Og ég bara vona þá sannarlega að bæði þessi umræði sem við höfum verið að setja á stað, okkar auglýsingar og annað, veki fólk til umhugsunar. Það er ekkert sjálfgefið að hlutirnir sé alltaf í lagi. Það er enginn sem passar upp á það nema viðkomandi sjálfur og þá getur hann leitað aðstoðar félagsins. En hvað segja fyrirtækin þegar þið bendið á að það sé einhverstaðar pottur brotinn? Þau leiðrétta þetta strax eða hvað? Það yfirleitt er það þannig að menn fara í málið og leiðrétta, en svo eru mál sem við þurfum að setja í lögfræðinga vegna þess að menn ekki tilbúin að leiðrétta hlutina. Er fólk eitthvað feimið við að leita til ykkar? Já, það er svolítið það og menn hafa fengið hótanir það að ef þið farið í stéttarfélagi þá þurfum við ekki að vinna lengur á staðnum. En ég minni líka á það að allt sem kemur til félagsins er trúnaðarmál og við förum ekki í neitt mál nema viðkomandi einstaklingur leyfi að við förum á tölum við atvinnurekanda. Og þú undirstrikar að þetta á ekki við öll fyrirtæki í greininni? Nei, alls ekki. Sem betur fer eru flestir með hlutin í lagi og bara í góðu lagi. En hinir svartir sauðirnir sem að skemma út frá sér. Er það svartur blettur á ferðaþjónustunni? Mér finnst það og menn verða að reyna að komast upp úr þessum drulludallin sem ég kalla að þetta er alvöru atvinnugrein og menn verða líka að haga sér þannig.